Hvernig er uppskriftin að DNA notuð til þess að búa til prótín? Hér erum við með DNA-þráð. DNA-þráðurinn er alltaf tvöfaldur, þá er hann bæði lokaður og það er til svona öryggisafrit hinum megin því að það er alltaf sömu niturbasarnir sem passa saman. T-tínín passar alltaf á móti A, adenín og G, guanín, passar á móti C sem er cytosín. Og svo er bara misjafnt hvor megin hvor er. Þannig að ef að þessi hérna tveir myndu tínast, þá er þetta að gera við það því að við vitum eftir niturbösunum sem eru á móti hvað á að vera þarna. Þegar það á að búa til prótín, þá er DNA-þráðurinn opnaður, svona, það er ákveðið prótín sem opnar hann. Svo er raðast nýjir niturbasar inn, en það er smá munur, því að þið sjáuð, það kemur C á móti G, en það er ekki T, á móti A kemur U, því að þessi græni þráður hérna, það er RNA, sem er búin til eftir DNA-þræðinum. Þannig að eftir þessum niturbössum hér, í raun er þetta miklu lengra, við erum að horfa á bara mjög lítinn afmarkaðan bút, þá kæmi þessi röð hér, sjáðu, A, A, C, U og svo heldur þetta áfram hérna upp. Þessi þráður, sem aftur er miklu lengri, fer síðan út úr frumukjarnanum, þar sem DNA er geymt, út í umfrymið. Þar taka ríbósómin við þessu, netkornin, og þau, og þetta er kallað mRNA, messenger RNA. Þetta rauða táknar ríbósómið, það klemmir sig utan RNA-þráðinn og síðan koma, þetta er kallað tRNA, þetta hérna, transfer RNA. Það kemur með amínósýrur og hver þrend hérna, sem er kallað tákni, eða kódon á ensku, það táknar eina amínósýru. Þannig að táknin hér, A, G, C, þá þurfum við að finna hérna í töflunni A, G, C, það táknar serín. Og það er alltaf serín fast við þessa típu af tRNA. Svo næsti, C, U, G, C, U, G er hérna, það er lausinn. Og við getum alltaf lesið út úr töflunni hérna hvað gerist næst. Svo trillar þetta alltaf og það kemur næsta og næsta. Og þannig raðast upp löngkeðja, muniði, þráðurinn var lengri, löngkeðja af amínósýrum. Og þegar við erum komið rétta röð af amínósýrum og rétta lengd, þá er þetta að brjóta það saman. Ríbósómin gera það ekki, það er gert annars þar í frumunni. Þá erum við komið með fullvirkt prótín. Næsta stöð hér væri þá, næsti tákni væri þá, hér er U, þá kemur A og svo kemur U. A er hérna, U væri þá þessi amínósýra hér. Svona heldur þetta alltaf áfram. Þangað til það kemur kóði sem segir stopp. Þá hættir þetta, prótínið fer sína leið og svona virkar þetta. Ef það verða stökkbreytingar, það breytist til dæmis að þetta myndi allt í einu vera eitthvað allt annað. Þá sjáum við hér hvaða amínósýra kæmi í staðinn og það getur haft áhrif á prótínin, það virkar öðruvísi. Kannski er það betra, kannski er það verra, kannski breytir það engu. Því að sumar stökkbreytingar, eða sjáum við til dæmis ef það byrjar á CU eitthvað, ef að þessi stafur breytist, það skiptir engu máli, það er alltaf sama amínósýran. Þannig að það væri stökkbreyting sem myndi ekki breyta neinu, hefði engin áhrif á prótínið. En ef við breytum þessum CU, sjáum þið færi í eitthvað annað, þá myndum við enda hér. Þannig að svona virkar þetta nú.